Góða kvöldið og velkomin í loka umferðina í venjulegu leiktímabili í ljóslega dildinni 25. Það ekkert minna. Nei, það ekkert minna. Loka umferðin. Já, loka. Síðan er bara úrslitakeppnin og þetta verður alveg þrusu skemmtilegt held ég. Já, við erum að horfa á svona hvert liðin eru búin að vera að stefna síðustu vikur og þá bara held ég að það sé bara hárið rétt hjá þér. Ég persónulega, ég væri til í að innleiða þetta á næsta tímabili að allir leikir séu spilar á sama tíma en í lokaumferðinni þar að segja. Já. Það væri gaman sko, smá svona red zone fylgjast með hvernig þetta allt endar og það væri gaman. Já, en ég veit að það er einn maður sem að ég hef allavega heyrt í hljóðu sem bölvaði dálítið því að við erum í raun og veru komni með loka niðurstöðuna í rosalega mörgum sætum. Já, það eru náttúrulega bara þessi 2 leikir sem eru í útsendingu núna sem að geta í raun breytt einhverju. Já. Og það er annars vegar Bakkus Þór og hins vegar, hvað var það? Það er Saga KBJ. Saga KBJ. Og Saga verður að reiða sig á það að á hagstæð úrslit annars staðar. Mér langar að sýna áhorfendum heima, bara snemma í útsendingunni, bara stöðutöfluna, hvernig við lítum á þetta og bara svona hvað er í gangi núna senustu vikur og mér langar líka að bera saman við spána mína. Já, ég var einmitt að segja, ertu með power ranking hérna hjá þér? Já. Dusty í fyrsta sæti að sjálfsögðu með sigur á móti öllum liðum hingað til, eiga síðan leik á móti Vega í þessari viku. KBJ mæta hins vegar Sögu og Saga er ekki lambaleik þess að við. Hins vegar Mr. Birni og Vargur kemur inn. Ok. Vega Biti fyrir bita samt sko. Biti fyrir bita sko. Einn er massaður og hinn er hávaxinn. Saman eru þeir ofurmenni. Ekki það Vargur sé eitthvað dvergur sko. Það er alveg galið sko. Vega mistu náttúrulega 1 leikmann en maður kemur í mann stað og allt það en áttu slæman sigur í síðustu viku en sýta í 3. sæti. Þór eiga leik núna í kvöld á móti Bakkus og við verðum að kalla það leik til góða miðað við stöðuna á Bakkus akkurat núna en þeir sýta í 4. sæti Þórsarar. Saga í því 5. og þeir eiga erfiðan leik á móti KBJ og Hyper í 7. með 4 stig. Og síðan leiða Bakkus mun fara í umspil og Neisti eru fallnir úr deildinni og já, svona standa stigin en ekki taka þetta niður ég ætla að bera þetta saman við það sem ég sagði. Ok, Dusty, ég leita á fyrst þetta bara easy. Annars sæti, ég leit Vega þeir eru í 3. KBJ sett ég í 3. Þeir eru í öðru. Þú hafði rangt fyrir þér. Ég hafði rangt fyrir mér. Ég skal... En nálægt því. Mjög heiðalegt. Hvar var ég? Já, Þór. 4. sæti. Ég er með þá þar. Síðan var ég með Bakkus. Og þeir eru way down deep. Já. Síðan var ég með Sögu, loks Hyper og í síðasta sæti Neista. Þannig að ég á með Neista rétt, ég á með Þór rétt og ég á með Dusty rétt. Ok, en þú veist, restinn var samt alveg svona, skilur, fyrir utan Bakkus, Mr. þá varst alveg svona þokkalega á pari, sko? Já, ég er einu sæti frá öllum, nema Bakkus sem eru 2 sæti frá, því að ég held að þetta sé bara fáum bara upp mattskrínið aftur hérna sem að var í opnunarskjánum. Sko, Bakkus eru ekki búnir að eiga gott tímabil. Þeir eru með nýjan leikmann inni sem hefur náttúrulega spilað allt þetta tímabil. Johnny sem að hefur verið ágætur skilst mér og ég leit svona aðeins á þetta og svona en er þetta kaliber á leikmanni sem að á skilið að vera í Bakkusliðinu? Einfalda svarið já, út af því að þeir virðast ekki vera að setja tíman í þetta og þeir eru bara ekki á sama standard og þeir voru þessi stóri endakall sem gall var unnið öll liði deildin. Núna er Bakkus bara að fara í umspil og þeir eiga skilið. Já, og bara, þú veist, með lýsingar skilur ekkert endilega örugt að þeir vinni umspilið.
skilur, þú ert að fá eitthvað hungra lið upp á fyrstu deildinni sem að hefur áhuga að komast þarna inn og sennilega að setja tíma á bakvið og að berjast þetta spott. Þannig að það verður áhugavert að sjá. Ía eru ennþá í fyrsta sæti. Ég tjekka á þessu í senastu viku og þeir sigruðu sinn leik á móti Klemex og þar að leiðandi eru í fyrsta sæti. Þeir komu upp fyrir næsta. Held að hjólið á enska sé umspilsæti þá á móti Bakkus og eins og þú segir, þetta getur farið á alla vegur og verður gaman að sjá hvernig það fer en þessi deild búin að vera dálítið skrautleg. Já og þú veist, ef við erum að hugsa líka bara eins og núna, ég meina Bakkus að fara hérna inn í ég segja ansi erfiðan leik á móti stígandi Þór, skilur við, þeim að vaksa ásmegin núna, setja hluta tímabils á leiðinni inn í play-offs hjá sér og verður áhugavert að sjá hvernig þeir plumma sig í úrslitakeppni til alls líklegir. Kannski svona það sem hefur ekki komið á óvart er bara það hvað Dusty búið að dominera mikið. Vissulega hafa 8 tæpar seríur inn á milli og ég held að það sé ég held að það sé ekkert langt, það þarf ekkert mikið upp á til þess að það fari að fjara eitthvað undan en á meðan þeir eru að mæta svona inn á server á meðan að Rafli er að spila eins og hann er að spila og með alla þessa aðra leikmenn í kringu sig sem geta allir pikkað upp slagan það er bara mjög ólíklegt að skilur þeir fara að droppa einhverjum best of threes en ef við erum að horfa á eitthvað þá er ég alveg að horfa, ég meina Þór tóku mappa þeim sett á því þriða mapp Saga tóku mappa þeim, sett á því þriða mapp það er svona aðeins öðruvísi og þetta gerist bara þegar maður er upp á topnum í langa tíma En þá erum við kannski komin að leik kvöldsins, ég meina Þór Bakkus, það er liðið sem í síðustu umferð tók mappa móti Dusty á móti liðið sem er að spila langt undir væntingum. Þannig að þetta ætti, þú veist, að vera þægilegur sigur heima að sækja fyrir Þór. En verður þetta þægilegur sigur heima að sækja? Eru þeir búnir að játna allan hnökrana hérna í burtu? Mætir eitthvað, þú veist, Sputnik Bakkuslið og tekur eitthvað klikkað? Ég bara svona, ég treysti mér ekkert endilega til þess að segja það, Og já, á þeim orðum, kíkjum á leikmannahóp Bakkus. Bakkus, ég ætla að minnast það með þess að Bakkus, þeir eru með flottustu treyjur í deildinni. Það er bara fakt. Þeir eru með fría sponsa og allir sponsarnir eru fríir að því leyti að þeir eru ekki fá greitt fyrir það. Þeir eru að auglýsa SAA, þeir eru að auglýsa, ég man ekki alveg hverjir þarna utan á en allt saman bara alveg frítt, bara frí auglýsing fyrir þá. En þarna inni Blaster, Seni, Ofvirkur, Johnny og No Brain, einnig þekktur sem Hyperactive, bróðurnas Ofvirks. En þetta line-up á blaði lítur vel út. Blaster, bara bonafide stjarna. Þú veist, þetta er leikmaður sem á 100% heima í liði sem er í deildinni. Seni, ég myndi segja að þetta væri svona overqualified roleplayer á besta degi. Ofvirkur enn þann dag í dag talaði hann sem eitt besta vappa á Íslandi og hann gæti verið að falla úr deildina bestu. Klika. Já, Johnny, bara velkarstrákur sem ég er ekki búin að horfa á því að við tveir erum ekki búin að sjá leik með Bakkus. Þú veist, ég er búin að horfa á streymi og ég er búin að horfa á replays eða eitthvað, en við erum ekki búin að lýsa leik. Sko, ég er að pæla í einu. Er Ofvirkur hérna með lengsta óslitna spilatíman í deildinni? Já. Ég meina, hann er búin að vera frá bara fyrsta sísoni, öll sísonin, ekki búin að missa neitt út, ekki búin að detta út og koma aftur inn eins og einhverjir, skilurðu, þú veist, og kom inn bara á fyrsta sísoni, skilurðu, eitthvað sem að þú veist, eins og Peter og fleiri gerðu ekki á sín tíma. Ég held að það sé fakt. Að hann sé bara sá sem hefur óslitið verið í efstu deild lengst. Kannski frá Lenovo-deildinni, gegnum Vodafone-deildina, alveg yfir í ljósleiðardeildina. Þá hefur Ofvirkur verið í liði og liðið hefur verið í úrslitakeppni. Já. Alltaf. Það er svolítið klikkað. En ekki núna. End of an era. End of an era og ég meina þetta gerist. Það koma aðri leikmenn upp. Aðrir sem eru hungraðari, aðrir sem eru yngri. En ég held að Ofvirkur vilji sanna sig og sína og ég er nokkuð vissum að hann dragi þetta lið áfram á asnærinum og í gegnum eitthvað qualification seríu. Það er bara þannig.
Já, allavega ef það einhver sem duglur á svipunu á Teamspeak þá það ofurkur. Já, og ég meina þeir eru búin að fá hagstað úrslit á móti, þeir sigruðu Neista, það sigur þeirra og sigruðu síðan Sögu í einu mappi í þeirra seríu sem að maður hefði getað sagt, það gæti eitthvað verið að gerast hérna en síðan í seinasta leik þá varði mér rauninni bara valtað í Train Overpass af Hyper. Og það er dálítið svona þeirra... Ekki góðsviti? Nei, alls ekki þá langar mig að kíkja á lið Þórs. Þór, eins og við töluðum strax í byrjun við erum búin að lýsa bestu vinir, þetta er í fjórðaskipti Þetta er í fjórðaskipti af 5 útsendingum eða eitthvað. Já, Bjarni Viktor, Stjáni Gulli, Mozart og Tide það var stígandi í þessu liði en hins vegar einn hlutur sem við töluðum var það að Tide fór úr liðin á tímabili og inn kom Pressi. Tide kom inn aftur og það gæti verið að ég ætla að vona Þórs vegna allavega að það sé búið að hamra aðeins í Tide bara hvernig hann á að vera þessi aktífi lurker en ekki passífi lurker sem vorum að sjá trekk í trekk hann var bara out of position en þetta kemur bara með spilatíma. Já. Ég hef sagt það, þú veist, af okkar reynslu á því að lýsa Þór á þessu tímabili að þá hafa þeir virkað meira sannfærandi með Pressa í liðinu. Ekki það að Tide hafi verið eitthvað að spila virkilega illa eða verið einhver eftirbátur liðsins. Það er bara eins og það hafi verið einhver önnur þægindi í liðinu, hvort að það hafi verið bara, þú veist, bara presensið frá Pressa inn á Teamspeak eða í comms. Pressaensið. Það var eitthvað, skilur þú veist, og við sáum það var alveg áþreifanlegt. Þannig að, þú veist, ég er spenntur að sjá hvort það er sér búin að ná að hamra þetta inn í Tide og geti haldið upp þessum hætti og þessum stíganda sem við erum búin að tala um og ég, eins og þú segir, ég meina Bakkus, það er alveg svona þannig, skilur við, að þú veist, gamlir hundar, þegar þú bakkar það út í hotn þá geta það bitið og ég myndi segja að Bakkus er svolítið í þeirri stöðu akkurat núna. Það er, fólk er byrjað að efast og sumum finnst bara betra að spila þegar að fólki efast. Já, og það getur verið mjög hættulegt. En ég var að fá í eyrað að við erum tilbúin með vídeóið, við kannski fáum það bara. Skemmtilegt nokk, þá eru þessi lið mjög hrifin af Train, Overpass og ég veit að ef að Bakkus fær Dust 2 þá eru þeir að fara að vera mjög hættulegir. Nú tekið út Bakkus, Ancient bannað af Þór, höldum áfram crossferðinni gegn Ancient, það bara skal ekki fara í gegn, Overpass pikkað, áhugavert samt að þeir pikki þó ekki Dust 2, kannski að halda þeir að þeir geti fengið það sem Decider. Já, mér finnst líklegt að þeir haldið að fá það sem Decider, þeir eru búin að spila Overpass alveg eitthvað. Þór tóku náttúrulega Mirage-pikkið fyrr á sísonu og bara komu vel sterkir þar. Já, mjög sterkir og litu vel út. Inferno tekið út af Bakkus, Dust 2 væri ákjósanlegt vító hér fyrir Þór. Já, nákvæmlega sem fyrir út og Train verður Decider. Bakkus á móti Hyper til dæmis litu út eins og þeir væru bara pingu vissi ekki alveg hvernig það ætti að spila 100% Train á sínum tíma. Overpass, Mirage, Train. Þetta er skemmtilegt mappúl. Þetta er svona New Age með smá svona skvettu af gamla góða. Ég meina, mér finnst gaman að fá Overpass aftur. Ég meina, við fengum það þarna fyrstu vikurnar, svo var það svolítið svona exað út úr púlinu aftur. Ákveðin lið sem vildi ekkert endilega fara í Overpass og byrjaði að banna. Færðum okkur aftur svona meira inn í þetta Nuke Inferno Train, stundum Dust 2 svona saltbeyjað þarna inn og núna aftur komið inn. Mér finnst það, þú veist, Þór af því sem við höfum séð hjá Þór þá voru þeir í mestu brasi á Overpass á móti Neista. Tóku overtime þar og þannig að ég svona, þú veist, þetta er sagt, varfærnislega bjartsýnn, cautiously optimistic á að Bakkus eigi bara góðan séns í Overpass. Þórsarar virðast samt hafa stigið upp leikinn svolítið. Ég held að hún sé að spila einu sinni enn Overpass og þá voru þeir miklu meira samfærandi. Þannig að hvort
Þórslið mæti til leik setna, mæta þeir eitthvað kaldir, þetta eitthvað vannmatt, skilur við, þú veist, þeir eru búin að vera á góðri siglingu, mæta þeir svolítið bara svona, já, við tökum þetta með annari, það geti spilað í hendurnar á Bakkus að eiga first pickina. Ég held að Mirage verði bara Þórsliðið sem við sáum mæta á Mirage, tempóið, play-in, þæginda levelið, skilur við, bara eitthvað sem ég hef ekki séð hjá íslensku liði á Mirage síðan, sko, hafið með dettrið í konna, sko. Þannig að ég held að það veri búst og svo bara Train, eins og segir, kannski ekki frábært fyrir Bakkus. Hvernig verður það? 2-1 svast. Ég vil ekki vera skemmtilegur og segja 2-1. 2-1? Ég veist, sko, heili minn segir 2-0, hjarta minn segir 2-1. Ok. Það er bara þannig. Ég segi 2-0 Þór og við förum rakleiðis í úrslitakeppnina með, skemmtilegt vega nesti en við ætlum að fara live í Ópass. Og svo raunsær, Tommi. Hvar er draumóra maðurinn hérna? Ég vil 2-1 og OT í öllum upp. Ég vil fá skilaboð frá bara öllum leikmönnum Bakkus þegar þeir sigra þetta 2-0 bara what now, bro? Það er einbindingar svipur á ofir í það minnsta, hittir samt ekki skótunum. Lúraði út 5-una, Viktor í vörninni, fær flassið og það er gott en flassar hann líka, ekki nóg djúpt hjá Bjarna þarna en nær að treyta einu með sér. Skemmtilegt skinn á þessu glokku innan á senni. Já, þetta er eitt af mínum uppáhalds, svona Lego. Það er frist, þeir spotta samt sem að þeir no-brain á fjarkanum. Bomban fremst í klósetum, Mozart heldur því. En, hann er hausaður niður, nú er hann í vestunni. Johnny nær honum niður, Bjarni banka, ekki banka. Bombar er farin niður, Bakkus, þeir eru í yfirtölu hér 3-1, það er bara tætt til varnar og þeir vita hvar hann er og það er einfalt skot í haus hjá Blaster sem að klárar þetta pistol, Bakkus 1, Þór 0. Það sem er skemmtilegt við reyndar eftir að við minnkuðum deildina, þá er þetta 6 liða úrslit og það er ef með skjáttlast ekki þá eru fyrstu 2 liðin sem að sita hjá í fyrstu umferð og svo er allir leikir sýndir og það er 3. sæti á móti 7. sæti og 4. á móti því 5. og þeir mæta, ef við tökum deildina eins og situr núna þá er það KB og Dusty sem að taka við sigurvegarum og þeir leikir. Sturglitt skotur hjá Svenni en hitti samt. Johnny og Blaster bæta betur. Bjarni búinn að taka út Svenni en einhvern veginn 2. Var Johnny bara ekki með hettan? Sýndist hann að vera bara hausaður. Bara hausaður með uspu. Skemmtilegu Galil hjá Ofvirk. Þennan Galil fékk hann í verðlaunin að gæsalappa fyrir að vera í landsliðin árið 2016. Minnir að nameplateið heiti það, sko. Þetta er gömlu góðu tímanir. Já, það er gott að eiga svona fórnmuni. Já. Ég held að flestir hafi treytað þessu í burtu eða selt þetta eða hvað. En kaup móti kaupi. Pinja og Stjána gula, restinn á M4, lítið af til eftir. Kontrólið sem Viktor er búinn að ná í þarna, Mozart með honum, Bjarni með opnunina, þeir vita hvað þetta er, þeir drýrið náttúrulega að taka á móti þessu B-megin. Bjarni að bústa, fær flassið. Bjarni að bústa þarna upp í headshot og gekk frækt því, bara einfalt frækt. En núna sérðu múfið hjá Viktor, hann er á leiðinni bara í bak, hann er að mæta í Monstervatnið en á sama tíma er Bakkus að gera sér tilbúin til þess að fara upp. Seni gæti fundið eitthvað hérna en þeir vita ekki af Mozart í blöðrum. Og tímasetning. Honum líður svo vel hérna. Nær ekki að gera nóg mikið skaða á no-brain en hann á 21 HP eftir og það eru 4 hraustir Þórsarar eftir. Já, þetta tók aðeins svo langa tíma. Þetta var skemmtilegt, tímasetningi var skemmtileg á rótinu upp en það þurfti meira á bakveða, það þurfti einhvern veginn meira commit en no-brain, hann er búinn að opna reikningin hér inn á A-slættið, svarað af Tide. 30 HP Johnny þarf að taka móti 2 á Optimus.
fyrsti svingar og það er Tæt sem fær að klára matinn hann fyrsta rándið fyrir Þórsara. Hefði viljað sjá bara eitthvað teika á B-seti fyrst það voru þarna, en já, það er eins og þeir eru aldrei náð svona, að setla í stöður, þeim leið aldrei eins og þeim liði þægilega, þeir líti aldrei út eins og þeir liði þægilega þannig með þetta map control í shortstafni og mér fannst á engum tímapunkti eins og þeir væri að stilla upp í alvöru action. Nei, bara alls ekki, þeir voru bara að leita einhverju pikum. Þetta er haus! Tekkan fremst hérna, en Viktor nær kom í hjálpina. Viktor með 3K. Það er Mozart sem að nær einum tilbaka, en þess fyrir utan þá er þetta flawless vörðnanna í klósettum og shortinu hjá félagunum tveim. Getum við talað um það hvað Viktor er bara byrtast sem stórstjarna? Bara 100%. Við getum rætta út af því að þessi strákur bara skaust upp bara óvænt í liði einmitt með honum Mozart og ræfulspilið á þessum drengi er alveg svakalega skemmtilegt. Já, það er ekki búið að vera leikur þar sem hann er ekki búin að standa sig vel. Já. Sem við erum búin að lýsa bara á þessu tímabili og það er eitthvað bara sem þú getur talað svona ákveðin stöðuleiki sem að gera svo mikið í þessu liði. Ég vil líka benda á það, ég veit ekki hvort að fólk er búið að taka eftir og Viktor og Mozart ekki gerði neini greiðar hérna í höddin okkar. Nei. Þeir eru með svona aðeins minni myndir. Þannig að þó að Viktor sé aðeins minni þarna í höddinu þá er hann svo sannlega stór inn á server en hann er samt sem áður sá fyrsti sem fellur þarna fyrir sitt lið en það er einhvern veginn bara svona standoff í gangi hérna á miðunni. Við. Bjarni átti að vera búinn að segja að hann væri að kampa í Forrest en Bjarni, aggressífur hann að hausaði niður. Ég meina, Bjarni var búinn að lesa það að það væri einhver á leiðinni upp konna í rétta stöðu þannig Mozart var að spila dálítið hættulega leik að vera hann á klósetum akkurat þarna þegar Bjarni var að spila mjög passíft. Spilum við þetta Johnny klýri þetta hot, klýri það ekki. Það var svolítið svona fool me once, shame on me, shame on you, fool me twice, shame on me, sko. Já. Bjarni búið að félast í tvisvar sem á sama stað. Hann var bannað í gamla dag í fyrirleik en Bjarni, hann spilaði eftir sinni með einn reglum. Var hann bannað? Hann var bannað á mér. Já. Það var svo leimaður. Finnur eitthvað geggjað stað, svo bara þarf alltaf að byrja á því að leita á sama stað og maður var að finna það, gerir fyrirleikin ekkert skemmtilegan. Það er alveg satt. Það er alveg satt. 3-2. Bakkus búinn að eiga svona skemmtileg skot hér og þar en vantar aðeins meiri bakvið þetta. Pældi því að, þú veist, ég er bara valla búinn að ná að tala bókina Fortnite Egyptaland sem þú fékkst í jólagjöf þegar þú varst lítill, út af því að Anubis er ekki í púl. Ég veit það. Það er bara ógeðslega leiðilegt að sé ekki þar. Því að ég elskaði Anubis. Það var svona fyndið samt sko að Anubis og Vertigo voru bæði fjarlægð og Aurora meinuðu þau 2 möpp. Þannig að það er ekki búið að gefa þeim einhvern sens. Nei. Greita. Vaster kemst þarna í gegn með lítið skaf á mólunum en Lísbjörn tekur aðeins meira þess að sandpokar ekki alveg vinir Tæt á þessu tímpúti. Nei, Stjáni Guli hins vegar endrýjar bara út monsterið. Þið verið að taka aðeins og stóran bit af þarna. Þeir eru 2 með bombun á sér. Undirhanda flassið og hann ætla bara að drífa sér í burtu en Viktor, hann er tilbúinn. Nær þarna 2 fellir bombuna en 2 ætla að taka móti no brain. Og það er ofvirkur 1 eftir. Hann ætla að lúra þarna og lörka á A-inu og finna eitthvað pláss en eins og við höfum oft sagt þegar þú ert 1 eftir sem lörkar eða hinum meira mappinu þá er eitthvað ekki rétt í sókninni. Nei. Viktor að gera í rauninni allt til þess að reyna að sjá ofvirkarna en einhvern veginn hefur ekki síðan ennþá.
Það maður á leiðinni niður stigan, mæta finna hann hér, Mozart, hann fellur, þeir vita núna hvar hann einhver leitar að einhverju, en Bjarni mættur til þess að loka þessari lotu fyrir Þór, 4-2 Þór í vil og núna þurfum við að fara að sjá eitthvað annað út úr Bakkus. Já, algjörlega og já, 4 ránd í röð, náðu pistol og sparinu og hafa í raunin ekki séð til sólar síðan þá. Besta sem þeir náðu er 2-1. Ekki verið í einhverju dauðafæri í ránd og nú er það verðskuldið ránd hjá Þórsurum. Já, veistu bara Bjarni og Viktor bara strax í þessum fyrstu 6 rándum búin að vera algjörlega frábærir í vörninni. Já. Báður búin að leysa bara multikill eftir multikill. Þeim gefið ágætis pláss hérna, það er ekki verið að challenge eitthvað gífulega mikið en Viktor loksins flassar á sinni línu, hann veit að það er vinur þarna með vappa. Nei, hann er búin að bakka. Viktor er hengdur á þvottasnúruna hérna. Bara eitt flass út. Ekki að ná 2, gerir það ekki, Blaster. Hann lætur ennþá raunveruleikann vera raunveruleikann, hitt hefði verið aðeins svo mikið, en Mozart á línunni hérna gegar ekki skotinu og Blaster er fallinn þar með Akon og No-Brain líka, hann var ekki með neitt heila eftir þetta skot. Það var styrtilegt. Bjarni, staðsetningar eru uppáhalds verkefni sem Bjarni leysir í hverju róndi, hann er alltaf vel staðsettur. Smá glott líka. Já. Íta glottið, já vel staðsettur í þetta. Sko, við erum að tala fjarkinn og klósettin, sko, þetta eru 2 gangar með svona einu skilrúmi, hann er einhvern veginn búin að takast að fela sig þar 3 sinnum. Já. Það er ekki mikið fastegn til þess að fela sig á þessu svæði en Bjarni er búin að dansa ákveðna hringi hér í kringum liðsmenn Bakkusar á klósettunum hingað til. 5-2 aftur kaup, ofvirku komin hins vegar á fræga vappan. Þá gæti eitthvað farið að opnast en þá kemur aggression hér á miðjunni. Viktor, hann er að spila þetta nálægt, Mozart með línuna, Viktor ætlar að fara inn í smókin, þetta er frábært play. Þeir hafa ekki hugmynd að hann síðan þarna, ofvirkur, hann er fallinn, fekk ekki að gera neitt með vappan. En Johnny búinn að, ofvirkur, fann pick, tók Mozart. Já, það er verið opið akkurat núna, nei, rótið er reyndar komið, en sjáðu bara hinum einn. Það er strax búið að ná í fasteignina og núna getur Tide bara komst að þeir eru 100% einhvers staðar, gæti verið tengi, en ég er með þetta. En núna það sem að Þór veit ekki að það er verið að bakka og það er lönguleiðin bakka, en það sem þetta er gífulega stórt map, þá geta þeir svona byrjað að pæla í því að róta það einu manni tilbaka og Stjáni Gull er að gera nákvæmlega það. Bjarni hinum einn. Allar upplýsingar. Já, þetta er bara nákvæmlega það sem að óupasslið þarf að gera, leita að upplýsingum og já, ég meina annars það líka, en vissulega þegar mappið er svona stórt og það er erfitt að róta þetta, þá er þetta miklu erfiðara. Stjáni Gulli þarf eiginlega að mæta þeim hér. Já, hann verður gripið með buxurnar á hælunum, ég veit ekki hvort þið gerir áfyrir því að hann gæti verið búin að pússa svort, gera það ekki, þið smókat á plantið. Þetta tengir ekki, en það er Bjarni komin hérna síðustu til varnar, No-Brain 22 HP til þess að ná í fyrsta gunroundi hér fyrir Bakkus. Heldur hann sé fyrir aftan. Nei, þessi grensa hefði verið 100% sigur í rándinu, en núna er þetta tvísýnt. Hann heldur hann sé búin að grensa allan tíman, en No-Brain lifði þetta af fyrsta rándið í þessum gunroundum fyrir Bakkus. Og þetta leit betur út. Tide, spreytanum hans ekki gott. Nei, og sýnir líka kannski bara, þú veist, strax munin á því og virkur fær vappan hana. Já. Hann er ekki lifandi lengi, Viktor búinn að lurka í bakið, en hann er samt búinn að finna leið til að hafa áhrif á rándið. Já. Það er bara nákvæmlega það sem að ofvirkur gerir. Og það þarf að koma þessum vappa á hann í hverju einasta rándi sem það er möguleiki. Því hann finnur opnanir. Hann er áskrifandi að því að opna rándið. Hann gengur betur að selja þær áskriftir heldur en sín. Já, það gengur eitthvað erfiðlega. Fyrst að við tölum stundum viðskipti, Tommi, sko. Já. Það er svona viðskipti og pólitík. Já, bara svona léttu hlutina. Já. Hvað er afkomu viðurinn á milli vina? Hann er fallinn hér, var að reyna að finna sér einhverjar upplýsingar út. Monster
gekk ekki sem skildi og þá það yfirtala hér fyrir Bakkus. Einn maður í vörðinni. Það einn að fara að mæta mér Monster. Þetta einn, kannski tveir og Stjáni Gulli fallinn. Já, eða engin. Og þetta ætti 100% að vera ránd til Bakkus hér. Já, í rauninni sko bara ákveðin Bjart sína að fara í retake, sýnir kannski bara hvað mikill banki hérna á Þórsmönnum. Samt ekki. Það banki á Tide vissulega og Stjáni Gulli getur keypt og Viktor líka. En það engin vappi að fara á Mozart ef að þeir ætla að hafa rifla á öllum. Þannig að þeir ættu að halda. Mozart. Hann að leita einhverju. Já. En þetta bara, við erum að sjá svona aðeins smá stígata hér í sjálfstöðstöðum hjá Bakkus. Við erum ná að leysa þetta þokkalega snyrtilega. Mozart þetta no brain í fleiri byssur sem ná úr höndunum á Bakkus því betra. Fleiri munu ekki falla. 4. rándi til Bakkus hins vegar og búin að líta vel, miklu betur í þessum 2 rándum þar sem þeir ná opnunum og róti þetta í kjölfara á því. Ekkert flókið, ná pikki á einu sæti og lörka sig hann hitt. Já, sko, núna ég að hugsa svona aðeins bara hvernig Þór búin að spila þessi ránd. Af því að mér finnst Bakkus ekkert búin að gera eitthvað það mikið öðruvísi. Þeir bara búin að fá opnun snemma. Já. Og það búið að setja Þór svolítið úr jafnvægi. Þannig að ég held að núna þurfi Þórsarar aðeins að slappa af. Þeir búin að vera svolítið mikið í aggressív playum, svolítið mikið í infoplayum. Það gekk framan af, en síðustu 2 lotur ára ekki búið að ganga eins vel. Missa þarna Viktor og Mozart snemma í lotunni þar á undan í aggressív play á miðjuna og missa síðan Tide í aggressív play út Monster. Og það þessar 2 lotur sem þeir eru búin að tapa núna. Þannig að það virtist bara enga bilbu á þeim finna þegar að þeir voru bara svolítið að hanga og bíða eftir Bakkus og koma í línunar. Eins og núna. Eins og Bjarni gerði þarna bara með bústið og Tide með ákinn fellur eftir 3. en Seni hann að herja á hann frá báðum liðum en einhvern veginn lifir hann það af. Bjarni tekur ekki fætinn inn á sjortið og núna fallinn og allt í hennu svo hendi var í veifað þá þetta 2-2 Tommy. Heldur betur en eða ekki 2-0 ansi fljótlega þetta takk sko Seni átti ekki lifa þarna. Við skulum hafa þá kristalltæru. Ég var að horfa á sko. Seni, keri verðna nær leikmannur sem kemur út tenginu og ég hefði haldið að leikmannur sem var að koma á tunnurnar myndi í raun og veru bara ná treytinu strax en hann ætlaði að tækla monsterinn. Já, þetta var, það var rosalegt. Seni fekk 2 sénsa á lífi, myndi ég segja. Hendur Johnny strax í sjórtvatnið. Senasta kaupið sem af Bakkus á hóndalið þurfa að spara aftur. 2 ránd í röð og 2 kaupránd. Tæta á sem AK búin að vera ansi, á sem Ák búin að vera ansi þéttur hérna. 2 lotur í Monster sem Molli feilar. Spanna eitthvað. Það hlýtur að vera gott í útfélagsna yfir á sjortið. Blastur no brain áði lágur eftir þetta. Seni fallinn. Ekki frábær byrjun fyrir Bakkus hér. En Óðvirkur þeir eiga hann ennþá inni. Já, og hann virðist vera að finna góða tímasendingu hér á Mozart sem að innblína á fjarkan akkurat núna. Hægir samt á sér. Það býða til að liði sér nær honum. Mozart komin í banka núna og Viktor komin í hjálpina og þetta svona tíminn sem að Þór eiga að vita núna, þeir eru að koma hitt sæti. Óðvirkur fallinn og Viktor með 1, Mozart með 2 og Johnny fellur í kjölfara á því, það er 7-4 og lesið play hjá Bakkus tók örlítið og langa tíma. Þessar auka 10 sekundur sem þeir taka í rotate þau eru bara að hlaupa. Þeir eru með glugga og glugginn er lokaður og rótitið komið, það er búið að loka á þennan svona
sjensin hafa að ná innan gæsalappa veikari sætinu. Ofvirkur hefði getað hreinsa sætið, það bara heldur áfram. Já, bara 100%. Hann átti 1v1 á móti Mozart. Sjálfsög veit það ekki upp á 100%. En sko, hvaða lið er það? Það er eitthvað lið, ég man ekki hvaða lið það er sem spilar overpallsannig, en þá hefði ofvirkur bara labbað inn á sætin og þeir hefðu executað B. Þú veist, og það hefði bara verið planið. Ég er ekkert að hata það að ofvirkur tækir bara fætuna fyrst að það komið framan á 5-una. Nei, en heyrðu, það er þvílík stýrlegur sveiflur hérna. 3 snöggar fjallir hér til Bakkus, þeir komnir í plantið. Bjarni, hann heldur áfram að vera héraðsmeistari í feluleik. Það er nákvæmlega sem gerðist þarna. Það er bara einhvern veginn er hann alltaf að koma út úr einhverjum skúmarskotum og segja Kjúki Borg hér við leikmenn Bakkusar. Bjarni og Tide, 2 eftir og já, ég leiði mér að fullera að Bjarni veit að hann er að koma í bak því að Tide kom ekki henni tengi og að smóka báða stöður og grensa Seni og Tide er komin takkar þetta ölliti niður og Tide þarf að koma í hjálpina, flössin og grensurnar eru ekkert upp á 10,5 blinda Seni bara ekki neitt. Þetta hefur verið rugglað skot ef það hefði bara verið AK á 8-4 staðan hér í hálfleik. Og það er verk að vinna. Heldur betur. City-sæti samt sem áður. Mjög hagstætt, sérstaklega ef að Þór alltaf halda áfram að vera bitlausir í T-sætinu sinni í overpass. Já, framan af á tímabilinu þá voru þeir alltaf sterkari tíminn. Það vantaði svolítið upp á samhæfinguna C-tíminn og ég myndi segja sko vel gert hjá Þóra átt að segja á því að þeir voru að tapa öllum rándunum þar sem þeir fóru í aðeins og mikið. Þeir tóku aðeins og mikla bita, aðeins og stóra bita, minnstu leikmenn snemma, þá voru það rándin sem þeir töpuðu. Þeir bara bökkuðu aftur í þessa þéttu vörn sem þeir voru með aðeins aftar, dróðu línuna þar og það skilaði þeim eins og 8-4 hálfleik en núna er það á þeim að búa til tækifærin og það er það sem var kannski ekki að virka fyrir það í fyrri hálfleik, þannig að vera áhugavert að sjá hvort það virki betur hér í seinni hálfleik. Já, stefnan sett á A í gegnum klósitinn. Komnir framalega, Viktor bremstur í brotið fylkingar, smókur kemur og takk komið ofvirk eiga Seni á Oddi nær einum en fellur í kjölfar á því. Klokkan ætlar að leita fragginu og Viktor gerir það. Viktor Mozart komboði sem opnaði þetta, ofvirkur og Seni fallir, rótiti komið. Hyperactive komin í fight þarna og no-brain ásakið. Viktor nær einu með sér þarna, skilur þetta eftir í 3-2. Góða stöður en aðeins og framalar hjá Tide og skilur Bjarna og Mozart núna einn eftir. Smókurinn kominn niður. Johnny með kitt. Já, þetta er unnið pistól. Unnið pistól, svona eiginlega bara hrifsa tilbaka. Frábært orð. Hrifsa tilbaka og enn og aftur er það Tide. Það er Tide sem er að taka aggressívan fight, einn fellur, setur ómikla pressu á Bjarna og Mozart þarf að þrífa þetta upp og það gengur bara ekki. Gott kombo hjá Johnny að vera með smoke og kit. Sko Johnny fer og nær í kitið. Við sáum það sérstaklega. Kitið dó niðri í heaven. Og hann fer og nær í kitið, nær í smókin og gerir þetta í rauninni að tiltölulega auðveldu þegar þeir eru komnir út 2 á 1 hér. Það er Mozart sem að opnar ykkur hér fyrir Monster og Tide búinn að finna með tekkunni í gegnum smókin og búinn að finna annar leikmann í vatni og það er allt í einu bara 5 á 2 hér. Já, í þeim töluðu orðum þá er það komið niður í 3 á 2 og Blaster hann er komin í Keflavík. Stjáni guli finnir Blaster, grensan dýnur á ofvirk, öndir hann flassið, heppnast að þessu sinni á Stjána gula og það er 9. rándið og jafnframt forsið hjá Þór sem að skilar árangri. Mökku flassaður í gegnum smók. Það er opnun. Það er opnun. Tekkan maður, hún getur líka sungið stundum. Það eru 3 5-7 hér á Bakkus
og við vitum hvað það geta gert fjórar minnst við vitum hvað það geta gert í réttum aðstæðum og það virðist alltaf vera eitthvað hratt B-play hér. Stjáni Guli, hann alltaf búinn að stoppa, hann búinn að hlaupa alla leiðin í Monster, hann verður staurblindur en Seni kíkir ekki með þessu, kýs frekar að fara í bardaðan á shortinu og þá virkjast Stjáni í Monster. Já, ég leyfi mér að segja að hefði Seni kíkt þarna úr Della þá hefði það náð einum, 100% náð einum. Já. Þetta leit svolítið bara út eins og það var rægir. Af hverju ertu að kasta stöffina þannig að það ætlar ekki að kíkja á baka? Já, bara 100%. Það er ekki eins og þessi að fjárfesti í mörgum flössum að það og það var svona sjensið þeirra inn að kíkja með utilinu og sjá hvort það hafi hitt. Og það hitti heldur betur í mark. Þetta opnaði halva til 1 sekundu sem að Seni hafi í það minnsta að jiggla og draga það út skotin. Sko. Já. Östbjörn P250 á Bakkus, ennþá minni Jensen flassið. Hann kemur niður í fonten, einn í vörninni og það er Bjarni. Ég vil segja vörninni því að hann að halda stöðu. Grípur í degluna en ofvirkur með P250 er þá gefins Mach 10. Kíkir ekki þessu stöðan Viktor, en það er að henda crossfirunum upp á Blaster og þetta var þægilegt ránd fyrir Þór. Bjarni fara að mala smá gull. Já, 18-7 á Bjarna, hann er góðan leik. Fyrirleikurinn er búinn að vera ansi effektífur. Viktor 17-11, þar á eftir svo er það Tætt og Mozart og Stjáni Guli rekur lestina hvort núna. Stjáni Guli er búinn að vera svolítið fjarri Hazardum í þessum leik. Ég er ekki búinn að sjá hann vera eitthvað mikið í einhverjum fætum. Viktor sem aggressífur ræfler er með 17-11. Já. Hann er að taka, þetta eru mistök. Double smoke í Monster. Þetta eru mun dýrari mistök heldur en menn gera sér grein fyrir, menn og konur, gera sér grein fyrir því að þetta er eina blocking mekanismin sem að Bakkus hafa og ekki nóg með það, þeir smóka líka Monster og short á sama tíma. Þetta eru mistök. Brein, hann er í stöðu til þess að mögulega taka móti þessu. Johnny, hann er felltur úr þessu bústi og Tætt og Stjáni Guli bæta í betur og B er fallið. Já, þetta ætti að vera 12. rándið. Ofvirkur í tengi, það er lokuð hurðin. Mozart í shortvatninu, Blaster er smókaður út. Þeir eru vissulega með kitta ofvirk, en þeir eru bara að halda byssu hérna. Það er ekki mikið sem þeir geta gert í þessu rándi. Blaster er að halda fyrir pussinu upp í heaven. Bara því allavega. Já, hann er búinn að finna einn. Ofvirkur finnur annan. Bjarni eins og þar finnur eitt ekki ofvirk þarna. Hann er búinn að finna sér hvað finnst það. Já, heldur betur. Það er bara Héraðsmeistari í feluleik eins og orðara. Gullbringusýslu meistarinn. Held nú að nei heima þetta á Reykjavík. Ekki. Spila nú fyrir Þór, þannig að ég veit ekki kannski Team Economy. Já, sést að það er búið að vera brasa á Bakkus og það er búið að vera stígandi alveg frá öðru rándi í seinni hálfleik. Þetta var bara svona kryptograf hérna hjá Bakkus. Já, takk fyrir þetta, útsendingarstjórn. Það er alltaf gaman að fá svona nýtt dót til að leika saman. Já, Brain, hann er að fara aggressíft hérna en hann bara hleypur fram með sínum manni en Johnny leysir fyrir snirtir hans. Brain bara, ég er að hjálpa! Hann var allavega með háfa, það er það sem hann var. Já. Og þess greina hann geti gert eitthvað en það er Viktor sem er mættur út konna og tekur sprayið niður fyrir 2 og það er bara ofvirkur eftir og það er 1 skot sem leysir það vandamál og Þór tryggja sér sigur hér í map númer 1 gegn Bakkus. Hann var svo staurblindur í púsið sjórtið. Það var lítið að gera þarna. Þetta var dálítið fastir liðir, svona hvernig Þór eru búin að vera núna. Seinustu leikir allavega. Litu bara
þrusu vel út en Bakkus eins og talar þeir byttu þarna öllítið frá sér en ekki alveg nógu mikið. Það vantaði alltaf upp og það sást alveg að þetta lið það er ekki á sama kalibur og Þórsliðið. Nei, sko, það sem ég tek út úr þessum leik er Þór eru frábærir þegar aggressív-playinn að ganga og þegar þeir eru í yfirtölu eða jafnt í liðum. Þeir eru í bastli með að díla við það að falla undir leikmannalega séð snemma í rándi. Meina, þú veist, á móti liði sem að þeir eiga að vera yfirspila eins og Bakkus og við sáum þá yfirspila í mörgum rándum, þeir voru bara að vinna fætana betur, voru bara að skjóta betur, voru að staðsetja sig betur, voru að vinna betur saman sem lið, að þá tapaði samt þessum 2 rándum þar sem að playið þeirra snemma gengur ekki. Missa þarna, þú veist, Viktor Mozart í 1 rándinu, ná 1 tilbaka þar en eru í 3 og 4, tapa því. Tapa síðan næsta rándi þegar Tæti pikkaður út Monster þar sem þeir enda í 4 og 5. Restin af rándunum unnu þeir bara, skilur við. Og fyrir utan, þú veist, pistolrándið sem er kannski, þú veist, rándið þar sem að Bakkus bara tók það tilbaka, bara ofan á, bara á bakinu á betra einstaklingsspili, að þá var þetta svolítið bara svona, þú veist, rándin voru Þórs að vinna eða tapa og mér fannst það velta einhvern veginn meira á þeim og svo ertu bara með á hinum endanum vel spilandi hóp af einstaklingum sem að ef þeir fá fæt og fá sjens þá vinna þeirra, skilur. Þannig að ég held að þrautin verði enn þyngri fyrir Bakkus í Mirage og náttúrulega þetta var þeirra pick fyrir 13-5 og þannig að já, það verður áhugavert að sjá hvernig þeir mæta þetta leiks í Mirage. Já, þetta er hárrétt hjá þér að langar að bæta ofan á þessa köku hjá þér, bara það að Þór voru actually að spila saman. Þeir voru að taka þetta boost, þeir voru að taka map control sikkur megin, þú veist, þegar Tæti tekur map control í B-megin, ok, það er enginn hér, Bjarni finnur ekki fyrir pressu A-megin, hann pússar, fær þá rótiti frá Stjána yfir á B til að fortifæða það. Já, vissulega, þú veist, þeir tapa því rándi, en hugmyndin á bak við þetta skilaði sér alveg út í gegnum leikina, þeir voru bara með hlutina meira á hreinu í ópass og þetta er bara nákvæmlega sem við erum búin að sjá frá Þórsliðinu og þetta gæti alveg 100% verið lið sem að kemst í undanúrslit og jafnvel úrslit ef þeir eiga góðan leik í undanúrslitum og ég mæti ekki döst í. Já, ég meina það fer svolítið líka eftir bara hvernig þessi aggressive play spilast hjá þeim, hvort það sé að ganga eða hvort það sé séð við þeim. Mér finnst það vera svolítið sko, þú veist, þegar þeir eru afturfættir þá eiga þeir svolítið erfitt uppdráttar. Og það er einhvern veginn ekki út af því að þeir eru ekki með stjörnur eða einstaklingar sem geta tekið á móti mörgum. Það er bara eins og það fari einhver óþægind í gang. Og ég held að þarna sé kannski lykillinn af því af hverju liðið virðist betur spilandi með pressa í line-upinu er út af því að hann er bara meira presence. Hann tekur upp meiri slaka þegar þeir eru í 4-5. Það eru fleiri frögg í honum. Já, þannig að, þú veist, ég, þrátt fyrir það, ég meina Tæti var flottur í þessum leik, skilur við, fyrir utan það að taka, fæta kannski nokkusunum út úr stöðu, en almennt séð, þá held ég að það sé svolítið svona, þú veist, lykillinn hjá Þór og ef þeir ná að, þú veist, bara svona stilla saman strengi bara hvað gerum við ef aggressive play virkar ekki, hvað er plan B, að þá held ég þessu bara töluvert hættulegir en við erum að sjá þá meiri sig akkurat núna. Já. MVP? Feluleikja meistarinn Bjarni. Feluleikja það er enginn að fara að fela sig eins og í Mirage. Það er næst og ætli Bakkus ná í einu mappi tilbaka og þrýstir okkur í þörd mapp. Komst það í eftir smá. Já, hann kerið 24.000. Það er ekki alveg góð standi, sko. Þú ættir að ganga ekki. Strákar, koma að núna, vonum. Nei, bílnúmer, já, það er BLT27. Já. Flott, maður! Ég sagði flott, maður. Já. Klokk 2 á mánudag. Klokk á, takk það. Já, bye. Come on!
Velkomin aftur, það var helviti erfiður leikur fyrir Bakkus í Overpass, en Miraz, það núna. Þú sagði við mig, þetta mun líklegast vera ennþá stærri sigur hérna hjá Þórsurum í Miraz. Já, ég meina, þú veist, fyrirleikur fyrir 13-5. Þannig að ef ég segi þessi stærri sigur, þá þýðir það ekkert eitthvað mikið annað heldur en sko bara eitthvað 13-3, 13-2 vibe sko. Ok, þeir vinna sko 13-5, ok, byrjum þar. Já. Þeir eru nú bæði pistol og annað þarna forsrándið. Já. Þannig að þeir eru með 3 ránd með 2 gunránd. 2, sem er bara lélegt. Sem að, þú veist, aftur þú talaður það að Þór hafi spilað saman sem lið sem þeir gerðu. Augnablikin þar sem Bakkus átti séns á að spila saman sem lið og búa til opnanir og taka mögulega ránd eins og bara ofirku framalega í 5-munni og rótitið að vera að koma. Það bara var aðeins og hægt. Það var eins og það væri verið að tala sig í gegnum playið eða það væri einhver óákveðni í staðinn fyrir það sem við vorum að horfa svolítið í Þór sem að lúkkaði bara svolítið eins og allir að fylgja kallinu. Já. Þannig að í Miraz þá má það heldur ekki gerast. Já. Ég meina, Miraz er svona use it or lose it map. Já. Á þeim nótum er Bakkus að fara að use it eða eru þeir að fara að lose it? Það er góð spurning. Ég meina, þú veist, hvað ætlar að gera ef þú ætlar að fara hérna í eitthvað rotate frá B til A, þú veist, þá er það að hlaupa bara allilega á T-spawn nema þú þurfur að, þú veist, ætlar að fara í gegnum miðjuna og það er bara ofauðvöld að stoppa. Þannig að, en þessi Molly, ég veit ekki hvort þetta hafi verið viljandi eða ekki, en hann lenti allavega á skemmtilegum stað, Nóbrinn með fyrstu opnuna þarna. Viktor! Hvað var þetta? Æ, Dios mío, allt það eftir göttunum. Viktor á ekki ná 2 þarna. Nei, bara aldrei. Og hvað þá í 2 kúlum og hvað þá bara, þú veist, það virtist vera bara eiginlega eins og í einu börti. Og Viktor með annan, þú finnast síðan líka Blaster, finnur samt tilbaka 2. Þá er það Viktor, hann er bara... Viktor á eisinu. Hætt. Já. Tekur einn. Klárar þetta. Ég hefði viljað sjá eisið. Þetta var svo snirtilegt hjá Viktor. Ótrúlega snirtilegt. Það er bara eins og við töluðum. Hann er bara þessi stjarna. Og ég er bara, þú veist, farin að... Þetta er fyrsta pistol hjá Þór hins vegar. Þeir eru konur á blað. Þeir eru komnir á blað. Þeir hafa ekki þurft á pistól að halda hingað til. Kannski er þetta ástæðan fyrir því að þeir vinna þennan leik stærra. Ég veit það ekki. Gæti verið. Blaster hann leitar eftir einhverju með deglunni hérna en það er Mozart sem er að labba út æð með Galil í höndunum. Þetta er bara nákvæmlega mómentið. Þeir fiska sem róa. Mozart labbar þarna út. Fari allt infóið, allt plássið og öll bröggin. Mozart stýtur á 3 og það er Blastirinn er þarna einn tilbaka. Stjána aðeins að leika sér þarna með leika hættuna leik Kolbeinn. Já, Mozart lokar þessu fínt hjá Bakkus svo sem að ná 2 fellumanna ekki mikið fjárfestin í þetta ránd frá þeim, fá kaup á sig núna og þá verður áhvert að sjá hvað þeir geta gert hér á varnarhliðinni og ég myndi segja að þetta ránd sem við erum að fara að horfa á núna geti verið svolítið fordæmisgefandi fyrir þennan hálfleik. Já. Lítið jú til á Bakkus akkurat núna, þeir þurfa að halda fast það. Ég er slána gula meira að segja með Mark 10 og það eru 3 leikmenn sem eru ekki með hendarmór. Hann æðir í miðjuna og nær opnun á einmitt einn slíkan sem var með lítinn armor og það var ofvirkur. Þeir fiska sem róa og Mozart nær einum þetta baka. Bara gott crossfire hjá Bakkus. Þetta er í Bjarni. Ég held að hann hafi ekki séð hann. Þetta getur ekki annað verið. Jú, þetta hlýtur á síðan. Já, hann allir að stilla upp í að fylgjast með honum þarna.
Johnny agaður. Bjarni með molla. Gæti mollað undir. Það ætti ekki að vera séns fyrir Bjarni hérna að vinna þetta ránd. Þeir eru allir á sama svæði. Ekki nema, eins og þú segir, ekki nema hann mollið þarna undir, fái leikmanninn sem undir svölum út í sig. Þá hann samt eftir að finna double swing, sko. Já. Og hann búin að einangra allan eitt fight. No Brain gerir ágætlega stöðunu, fer að inn í smókin og tilbúin að svinga ef hann skildi reyna í engin annan valdi ranga stöðu til að molla út og gott spreytir á hjá No Brain. Bjarni fekk helling af tíma til að púsla þessu saman en allt kom fyrir ekki, Bakkus komnir á blað. Þetta var hættulegt að pússa þarna upp rampinn en ég var hrifinn af þessu. Gerði þetta í seinasta rándi en það var góð vörnana. Þeir náðu tímasetningunni. Já. Ná að lauma sér þarna í áttina Tetris án þess að vera séðir en svo bara vel úr þessu list hjá Bakkus. Þeir eru með greinilega fína uppstillingu á staðsetningum þegar það kemur að hvar leikmenn spila inn á A og Þórsson ætti að vita það núna að það sé bara ekki gefið fyrir þá að lappa út og ætla að taka eitthvað svona, þú veist, kontakt að play. Það þarf að hafa eitthvað fyrir því, draga menn úr stöðum ef maður ætla að láta það virka en Stjáni guli. Ha? Ok. Þetta er bara eitt fríasta fragg sem ég séð bara í leiknum hingað til, sko. Já. Svo blasti bara þreyttur, alltaf að fá sér sett á bekknum. Já, gæti verið. Það var bara lúna lappir eftir bæjarferð eða eitthvað, sko. En þeir eru komnir upp shortið án þess að vera séðir og það er No Brain núna hér til varnar. Hann er að fara að taka á móti 4. Það er ofvirkur inni í marker, honum til varnar. Þeir halda svo traust en þeir finna engan, Tommy. Nei, vörnin finnur engan leikmann. Þeir voru 2 á sætinu. Vissulega, það var góð vappalína sem hélt þarna, hélt glugganum sem var Mozart sem er bara vel uppsett og sen í heldur AK-unu sem að fekk í senasta rándi séu hvort það geti fengið eitthvað frýtt fragg. Það er séns, hann er með kit, finnir fragg, það veit ekki að það er enginn á sætuna, það er einn upp í B, apps. Johnny búinn að finna Bjarna hana. Það er Tæt sem er að koma í baki á honum að leita af þessum rifli. Finnur hann ekki, samt sem áður. Og Þór vinna rándið tilbaka. Það er ekki tengt saman nein ránd hér hjá Bakkus. Engin tengiskrift. Engin tengiskrift? Notar þú tengiskrift mikið? Nei, ég held að þessi fyrst skipti sem ég segi það. Já. Ég minnst það skemmtilegt. Já. Náttúrulega frasin, sko, þetta er ekki tengiskrift. Náttúrulega nota á eitthvað sé ekki flókið, sko. Já, einmitt. Tengiskrift er flókin. Já, hún er það. Það ætlar ekki að rétt alveg. Já, þú veist, ég er náttúrulega bara, þú veist, ég gerir bara línu og segja þér að standa eitthvað þannig, sko. Já, bara... Þetta er svona með svona læknarskrift, sko. CEO standardinn, sko. Ég gerir ó og svo bara svona línu. Ó-lína, ég ætti að vera að kalla þér ó-lína með á undirskriftina, en Viktor, hann er að leita opn hér, No Brain, situr þarna á bílnum og það er ofirkur honum til halds og traust hér, ofirkur búinn að finna hauskot hér á Viktor tekur vappan og bakkar næra að sleppa með skrekkin þarna, en restin af liðinu er að setja pressu á miðjuna og uppbyggjum Konna, Tæt, búinn að finna Johnny hér út A og A er gal opið, Tommy. Já. Plaster er að fylla upp í einhverjar hólur sem eru búin að myndast þarna. Sérðu lífið á Þórsson? Já, þetta ætti ekki að vera ránd. Þetta ætti ekki að vera ránd. Þeir eru með sko undir 100 líf samanlagt. Já. Tæt á mest og hann er low og hann er samt fraggi. Þeir eru sko undir 50 líf samanlagt. Ha! Þetta var glæsilegt skot hjá Tæt. Já, svarar öllu gagníðisröddum hér á Miraz. Ég var að fara að kommenta á það að Tæt er mjög aggressiv sko, staðsettur miðað við HP og HP á vinum og hann hitti þessum skotum bara glæsilegt.
fyrsta skotið á Blaster að sjálfsögðu bara þægilegt spraydown í eirað en seinna þetta var bara 1v1 fight á leikmenn sem að koma upp tengi, þetta erfitt skot að fullkomna og það nákvæmlega sem hann gerði 5-7 reynir að syngja en þetta eins og ég að syngja vögguvísu fyrir dóttur mína, það stofnar enginn út á því. Viktor með ofur Palas líka Stjáni Guli gegn Smokey búinn að finna 2 en No-Brain á sama tíma fann 2 með þessar 5-7 setur síðan hér í 1-3 stöðu lauma sér hérna gegnum Smokey en Bjarni sér hann þarna og klárar þetta 5-1 Þóri Vil hér Eiga smá pening núna Blaster gæti droppað vappa gæti, nei, gerir það ekki hefði bara átt lítinn armor og hefði bettlað eitthvað jútil frá ofvirk í kjölfar á því en þeir ætla að reiða sig á M4 hér Stjáni býður átekta kemur smókurinn og það er beint upp miðju með einhvern baksar, þeir voru spottaðir þarna af Stjána Gula, flassið flýgur, Senni smókar hann út eiga middkontrólið en í millitíðinni þá ætti Þór fyrirgefið að reyna við kontrollengstar anstæðan Viktor út úr underpassinu nær fækja á Senni, Stjáni Guli með No-Brain og ofvirkur nær einu tilbaka en þetta er búið að veikja vörðina töluvert og veikjana töluvert og það er leikmaður á leiðin út Palas og við erum búin að sjá hann en bjöð þokkalega opið akkart núna, það er bara Blaster þar til varnar og hann er inn í app, spurning hvort þið búist við honum þar og núna gæti smá ægi hér hjá Blaster skila miklu Bjarni er búin að finna Johnny Blaster er búin að finna fyrsta leikmann í Mozart, hvað getur hann gert hér hann er tekinn í hliðina af ofvirk og bomban liggur hér, þetta getur verið ránt fyrir Bakkus tætt á 12 HP sem því það hann á eftir að white swing allt Já. Bjarni er búinn að finna ofvirk og þá er það bara Blaster einn eftir hér á móti 2 spilaði get right Blaster íhugar hvort að Bjarni sé búinn að finna sér fastegn einhvers staðar út úr kitchen smókurinn er góður fyrir crossið smókurinn er frábær fyrir Blaster kemur samt Bjarna út úr kitcheninu. Það eru bara 7 sekundur eftir. Finnur ekki. Og ég er nokkuð viss það að Blaster hefði getað hlaupið í burtu þarna og unnið rándið. Ábyggilega. Eða spila af varnarlega stöðu eða eitthvað. Hann þurfti að láta Bjarna hafa fyrir þessu þarna því að þú veist, ef að Bjarni hleypur þá þarf hann að stikka bombuna. Þannig að já, ég veit ekki eins og hvort hann hefði náð tilbaka. Ég held ekki. Það eru 4 sekundur, hann þurfti að snúa við. Það eru 7 sekundur þegar hann hoppar ekki smókinn, sko. En svo er það bara eins og gengur og gerist. Hversu oft hefur lent í því að fatta ekki hvað er mikið eftir einhverju rándi. Sérstaklega það er búið að vera svolítið svona hasar fram og tilbaka allt rándið, eins og var í þessu. Til þess eru svona liðsfélagarnir. Já. Tími. Tímavörðurinn klassíski. Stjáni finnur hoppið upp í Sniper. Þetta áttu að vera frítt frakk fyrir Johnny. No-Brain nær einum tilbaka. Þetta var snirtilegt skot hjá Senni. Þetta hlýtur að vera bakkursránd hér. 4 að finna, Stjáni Gula á 27 HP. Nær samt sem áður frakki og gæti búið til pláss hérna en ofvirkur er í hjálpavörðinni á sjortinu. Droppar þetta niður. Hvað er í gangi? Ofvirkur er að sýna að hann kann líka sitt hvað í fyrirleik. Lord save me. Já. Það er bara, já, hans fyrir ekki guðinn fyrirgefði því ég er syndgað. 6-2, Þór, já, gætu komið tilbaka og
og barið þetta niður og haldið áfram að ekki leyfa Bakkus að strengja sama ránd og það væri mjög slæmt fyrir Bakkus á þessu tímabili. En ein tekkavinn Digla og AK og restina sem þýðir að þeir ætla að nýta þessar tekkur og Diglu sem einhvers konar entry. Þeir restina liðinu Blastir að spila mjög skemmtilega hérna. Þeir aftan smókin. Rísmókur og hérna verða þeir bara að lurka út. Þeir fá tímasetninguna mögulega í hlýðina á Blastir hérna. Nei, Blastir finnur þá báða, Blastir kemur. Stjáni Guli með leikmenn á móti, Bjarni finnur Blastir og þeir eru 3-2. Einhvern veginn í gegnum þetta, þrátt fyrir 2 frá Blastir og það enda þeir í yfirtölu, Tommy. Já, algjörlega. Bomba komið niður og þeir eru henda Jútil í tengið. Eitt komin upp, snæperinn. Bjarni ætlar að spila beint á defaultinu og einn í rampinum. Það eitthvað sem að þið gætu mögulega ekki búist við Tetris fyrirgjöfu, Viktor Tetris. Johnny, búinn að finna einn. Á ekki kúlur, Johnny nýtir það. Merkitt, já. Þarna þriðja lotan fyrir Bakkus og já, þeir eru að sýna að eins og margir aðrir þá hafa þeir spilað Mirage margoft og kunna svo sem að hlaupum og skjóta. Myndir nú ekki segja kannski að við séum að sjá sko fyrir utan þetta midplay, að hlaupa upp miðjuna sem svona þokkalega standard. Það voru svo sem ekkert að sjá einhverja svona djúpa glósupók á vörninni hjá Bakkus en þeir eru að finna samt þessi tækifæri til þess að snúa á Þór og eru að koma sér í stöðu til þess að taka ránd og ég meina aftur, þú myndir vilja núna ef þú ert Bakkus, loka þetta með 3 lokum í viðbót og þá áttu góðan séns í seinni hálfleik. Blastir aftur fyrir hann Smóki, búinn að finna 2, mögulega 3 með þetta. Stjáni Guli með bombun á B og Galil í höndurum. Það er galið. Það er galið. En flott ránd hér hjá Bakkus, skildu ránd sem þeir og vinna. Það er bara góðsviti fyrir þá og hérna sjáum við Kryptogröfin 2. Hún er gaman, geta keypt svona token í efnahæðinum hjá hverju liði í upphæðu leiks. Nú myndi ég fjárfesta líklegast mjög þungt í Dusty. Já. Fyrir tímabili. Shorta neista. Kannski svona... Hanna kemur það. Aggression niður að ein kúla eftir. Og þarna bara allt annað Bakkuslið hér. Já, skemmtilegt agroplay hérna. No brain. Þú eru ekki að pússa hérna út. Þeir hafa ekki hugmyndum hvað Bjarni er. Nei, en hann er að fara að falla hérna. Nei, gerir það ekki. Stjáni Guli finnur no brain í þokkabót. Þeir vita að Johnny er aðspilari. Þeir vita hann er aðspilari. Það kemur ekki sök, Johnny er búinn að finna fyrsta. Smókur þarna og Mozart. Hann ætla bara að bakka, fara alla leiðir á B. Gera þetta eins erfitt og mögulegt er hér fyrir Johnny. Bara nákvæmlega svo varst að gera. Mozart mólar einn út shortið. Lætur þar leiðandi vita fyrir að koma á B. Johnny þarf að klíra út þessa línu. Sér þá Bjarna, finnur hauskotið. Það var snirtilegt skot hjá honum. En Mozart er lár. Hann er lár. Gæti fengið tímtækningu hér, gerir það. Johnny. Synd og skömm. Já. Hefði geta brotið efna hérna fyrir senasta rándið. Já, og bara líka, myndi ég segja, sett þetta í þokkalegan hálfleik sem þú getur alltaf bara labbað sáttur í burtu frá. Mér fannst alltaf í gamla daga, það fannst mér aðeins alltaf vera 8-7 mapp.
Já, tvímælalaust. Þetta var skemmtilegt mapp svona jaft og ég meina þetta er búið að vera vinsælt mapp í Counter-Strike í langa tíma út af því. Þú getur staðið frábærlega á T-setinu og líka C-setinu og jöfn mapp. Johnny kíkir hann út af shortinu. Einmitt hefur þetta verið ofvirkur og hyperaktiv eða no brain afsakið sem að spila bíð. Mozart nýbúinn að færa sig þegar málinn kemur þarna. Geta Þór sett þetta hér í 8-4 og við erum með afgerandi fórustu hér inn í seinni hálfleikinn eða heldur Bakkus þessu svona innan velstæmismarka og setur þetta í 5-7. Þetta er feikið. Þetta er Bjarni að selja feikið út A og hver er hann að Sveinn spilar þetta vel. Hann tók slæma ákvörðun þarna. Ég held hann vissi að þetta gæti verið fallið nær næstu því tveim hann hausareið. Johnny á shortinu gæti gert frábæra hluti, klárar hins vegar kúlurnar og þarf að baka tilbaka. Rótið er komið þetta í kitchenið. Viktor finnur Johnny, Lár í kjölfar á því hins vegar. Viktor heldur Johnny Lár og ávirku fyrir ekki. Nú blastir einn eftir. Komin út shortið og þeir eru sá hann í byssuhlaupið. Já, hann gerði það. Þeir vita ekki hvaðan hann er að koma. Nei, hann fær frítt frakk væntanlega á Viktor og vappi eftir til að finna klikaskotinu og Blaster gerir vel þarna. Já, risastór fyrir liðið sitt í þessum leik og sér það líka 131 ADR hér í fyrirháleik fyrir hann. Það er alveg 2 ránd þar sem hann spilar þarna fyrir framann smókin inn á A og gerir bara virkilega vel úr þeirri stöðu. Og 7-5, Tommy. 7-5 og það er hægt að gera sér mat úr þessu. Sérstaklega ef að þú ert Bakkus með í lífinu þá ertu væntanlega að krossa fingur og sjá hvort það get ekki siglt þessu heim hér og senda ykkur rakleiðis í trein. En Þórsarar hafa eitthvað annað það að segja. Og byrjar þetta alltaf á pistol. Búin að taka 1 pistol og Bakkus 2 unnu bæði pistolrondinni og overpass. Já, það er þrautinni þyngra að sækja í Mirage þráttur í það að þetta var aldrei verið yfirgnæfandi sétíma. Þá er samt alveg, þú veist, þetta eru svona choke point, svo bara apartment, shortið, palace, A-rampur, þetta er allt svona, þú veist svona að stapla þér upp og treyta vel og þeir leysa það ágætlega hér í pistolrondinu, búin að vera frábærir í pistol hér í kvöld, Bakkus og haldi því áfram. Mozart reynir að malta eitthvað í móin en Blaster búin að finna hann, Blaster búin að gera mikið hér 2 í þessu pistoli. Bjarni að leita no-brain, skilur ekki hver kúlurnar er að fara og Bakkus hlaupið er beiglað. Já, hlaupið er beiglað, það var þetta eitthvað skakt þarna en Bakkus 7-6. Já, þetta er vel geranlegt upp á þessu. Ég bjóst ekki við þessu úr Bakkus. Ég bjóst bara við, ef ég ára alveg hreinskilinn, sterkara Þórsliði hérna. Í þessu hóldi? Ég bjóst bara í þessu mappi. Já. Mér er búið að finnast, með að við hversu sannfærandi Þór voru síðast við sáum á í Mirage, þá finnst mér að búin að vera frekar bara svolítið svona skeikulir hér í kvöld. Forsað frá Þór. Það er Nova á Stjána Gula hérna á B-setinu. Snæperinn. Stjána Guli horfir í rétta átt. Búin að finna einn þarna, finnur samt ekki meira. En Viktor ásókinn að leita einhverjum með diglunni. Mozart með annan og skilur þetta eftir í ofvirkur og Blaster á móti 4. En þetta á ekki að vera séns. Þetta á ekki að vera séns. Tæk með C-setu, reynir í plattið. En þetta var sárt. Diglurnar, long range killin með diglum. Þetta er sárt að tapa. Þetta er sárt að tapa og líka bara... Hefur komið með plássið? Komum við plásið og tímasetningin hjá Þór að púsa út market gegn mennasmók bara hefði ekki getað verið betri. Þeir gerðu það ekki
á plantinu. Ég veit að það lítur út eins og það er að gert það. Þeir Já. voru byrjaðir að púsa í gegnum smókin þegar þeir alltaf að tapa bombuna til að reyna að draga á því gegnum smókin og það bara, þú veist, ef að ofvirkur stendur þarna með galhlýðin í höndunum þegar þeir hoppa báðir í gegn, þá er það að öllum líkindum 2 fellur fyrir ofvirk. En fellur Þórsmegin í staðinn 8-6 og þá er tætt búinn að opna reikningin hér á móti Johnny þegar pisturnar reyna að gera einhverja skandala hér fyrir Bakkus. Bjarni þorir ekki að klára þetta frak. Stjáni Guli fallinn. Mozart nær tilbaka. 4 á móti 3 hér. Postplant. Og lítið að stöðum sem að Bakkus getur verið að fela sig. Einstan dynur þarna á Ninja leikmanninn. Það er verið að reyna að finna hann fallinn. Seni þá einn eftir Tech9 í höndunum. Hann er með stóran armor og ættir henni bara að halda þessu því að 1 á móti 4 með Techu. Og það er búið að smóka fyrir þig. Já, ómögulegt. Ómögulegt 9-6 og þetta var snirtilegt. En eitt sem ég langar að benda á, smókurinn í stiga feilaði. Þeir köstuðu 2 smókum í crossið. Sem er, já ég meina, Bjarni spotta plantið, þú veist, hefði getað náð fraggi þar. Var bara með mikið að plásið til að spotta mögulega leikmanni sem fór í Ninja og svo framvegis. Þetta er litlu hlutindi sem að stigmagnast. Það er líka bara spurning hvort að Bjarni hafi hugsað, sko, eru þeir viljandi að sleppa stigasmokk svo að þeir geti tekið pikkið. Þess vegna fór hann ekki og kláraði bakki. Snirtilegt hjá Bjarna. Já, þú svo að vil staðsetja til að taka á móti þessu pússi 10-6 og bara svona allt í hennu eins og hendi var í veifað. Þá er leikurinn farin úr því að vera 7-6 hérna eftir pistólið yfir í 10-6 og Þórsarar líta aftur út fyrir að vera komnir í bílstjórasætið og í rauninni svona, já, gefa þá ímynd eins og það hafi aldrei verið séns á öðru. Búnir að byggja bankan sinn, komnir með vappa á Mozart og já, þetta gæti verið stór prófraun hérna fyrir Bakkus að brjóta þessa sókn. Flassið gæti verið betra á Johnny nýtti sér það. Það staðan segir okkur eitthvað Tommy, þá geti þetta verið ránd til Bakkusar. Bjarni deyr hérna snemma, hætt fellur. Nákvæmlega sem er að gerast. Það er bara eitthvað play í viktum. Þá er eins og eitthvað bara verði töluvert erfæri hjá þeim. Viktor með eitt tilbaka, búinn að finna ofvirk. Upptengi komnir. Enginn í vörninni. Einn á sítspónunu og hann er smókaður út eins og staðan er núna. Stjáni Guli gennur tengi og Seni finnur hann Viktor með einn. Og Blaster brýtur það á bak. Það ná einu fraggi á útleiðin þarna Mozart og borga fyrir það. Ég bara að segja þess að, þú veist, ég held að Þór sem búin að tapa hverju einasta rándið þar sem við missa leikmann fyrst. Já, það er allavega ekki jákvætt hvað er, ef þeir tapa opnun og er í 4-5, að þeir bara tapa því. Nei, það er bara búið að vera gegnum gangandi í kvöld. Þetta eru búið að vera rándin sem að Bakkus sem að pikka upp á gönnhliðinni eru heldur bara eiginlega öll svona. Hrifin að þessu, Mozart með vappa. Efnahárinn blússandi, þetta er eins og ég veit ekki hvað. En klúra skotinu, tapa lífinu og EF Sagan á að segja okkur eitthvað, Óli. Já, EF Sagan á að segja okkur eitthvað. Það er bara núna áhugavert að sjá hvort það sé rétt. Ofta svona þegar maður er búinn að spá eitthvað svona, þá verður það ekki rétt strax eftir það. Þeir eru aldrei að fara að vinna þetta. Frábær grena. Aldrei að fara að vinna þetta. Bara ekki séns. Já, Viktor búinn að gera vel þarna, lokaði í pússi short. Ofvirkur komið framalega með vappalínu hérna inn í market. Hann er að kalla eftir bomburi. Bara ég er með market, þið þurfu bara að klíra út sætið. Þetta er komið Blaster. Þetta Stjáni vel staðstur. Hann er mjög vel staðstur fyrir einn sem hann skilur þetta eftir í 2-3. Nær engum! Seni með opnun! Vappalínan á shortið, ofvirkur fallinn. Vita af Seni komin út og bomban er að leggja leið sína í gegnum apps. Vel takkaður niður en Bjarni gráðugur. Þú þurfum að reiða sig á... Ó nei!
Vita ekki tætt. Lár. Vita ekki tætt. Vita ekki hann búinn að krossa yfir. Vita að Johnny lár. 4-3. Já, Johnny reynir að finna headshot angularna til að fá allt í lagi fight. En tætt. Þetta samt, ég meina Þórsar þurft að vinna 1-1 þarna. Já. Þrátt fyrir að hafa svarað opnunarfrakkinu með 2 fellum sjálfur og koma sjálfum sér í 4-3. En þá var bara Bakkus búin að ná það miklu kontróli á mappinu og voru bara að stilla sig upp í stöðum að Þórsararnir bara byrjuði að falla og Þetta var rétt kall. Þetta var 100% rétt kall. Já. Þegar að Ofvirkur kom með línuna á og það B-rush. Það bara beint B-rush. Stjáni Guli sjökkar út einni handsprengju, mollar í þokkabót en nær engu. B fallið. Mósótið með 1 tilbaka, þeir eru komin í góða stöður. Grensan búin að ná töluvert af skaða á Bakkus allavega. Bara Bjarni eftir 1-2 hér. Hlutinni gerast hratt hér á markanum. Skotja no brain. 11-8. Já, Bakkus gera vel þarna. Ná opnun, ná annari opnun og loka rándinu. Ég var að fara að segja sko, mér finnst samt meiri segja í svona rándum, þá finnst mér Þór oftar vinna heldur en ekki hér í þessari seríu sem við erum að horfa á, þó að þeir fá á sig röss og tapi jafnvel hérna upp á streitinu og það, mér finnst þeir ennþá líta betur út í seinni helminginu af þeim lótum heldur en lótunum þar sem þeir eru árásargjarnir og þeir missa mann í því play. Já. Mósvart á skátt í miðunni. Hitti skot. Spottar 3. Garða niður í 74 en hann bara ánægður með það. Já, við tökum 26 skaða á móti headshoti allan daginn. Bjarni, það verið að halda honum. Æjæjæj, þetta. Skemmtilegt samt, þú veist að Bakkus að átta sig á því hvað Þórsarar eru duglegir að fyrir map control. Þetta var skot, maður. Það var skot og áfram það Viktor. En já, hárrétt hjá þér. Þeir eru búin að átta sig á því hvernig þeir eru að fara að pússa eftir einhverju infói og þeir eru að fara að overextenda. Þú hefði getað haldið bara TV hérna og verið bara tip-top. Þú komið rótið á geggjum tíma. Tætt komið Johnny. Þetta að fjárð í sandinina. Johnny. Þetta var náttúrulega að vera teamkill. Já. Já. Lítið sem Seining gætt gert þarna. Já, bara ekkert. Bara á góðu stað, góðum tíma. Mozart upp á ticket með vappan. Skátin. Skátin, já. Skemmtilegur, ég meina 2 frögg með skát. Þetta næra uppfara í AK líka. Vinna með lélega kaup. Þannig að sjáum við á grafinu. Round 20 voru með mun lakara kaup. Mozart finnur sér ný. Smá svona uppgjafa tónn í þessu svingi hjá sinni. Já, þetta var aggressíft. Ekki djút til að baka við þetta. Viktor fær þetta flassið, 1 flassaður en Ofvirkur spyrir hann að Andi og nær frakkinu leið á Viktor þrátt fyrir að hauskotið hittir blaster. Út frá þessu geta þeir lagt til allu á bíð. Rótið kom ekki inn á market og 8 tímasendingu í smá stund en rótið komið akkurat núna. Stjáni finnur 1, Mollin hittir, nær að grípa í AK-in og finna molla í sjálfa sig. Hann bara mollaði sjálfa sig. Það er 1G. Við fengum 1G í senstanum. Alvöru 1G og sigur í rándinu á sama tíma. Já. Það er ekki oft sem að þú tekur 2K standardíður með einn molla. Nei, það er nákvæmlega þannig. Yfirburðir Þórs yfir Bakkus. Algjörir yfirburðir. Já, þú veist, sannfærandi 2 upp hjá Þór. Eins og ég segi, þú veist, ég vil ennþá sjá þá að spila betur úr bara það sem þeir eru manni undir. Mér finnst það er greinilegur veikleiki hjá þeim, myndi ég segja.
sérstaklega þú horfir bara á hversu sannfærandi þeir vinna hinn rándin bara hversu góðir þeir eru leið þeir ná einhvers konar manna fórskoti að taka kontról annars staðar á mappinu, þú veist, finna upplýsingarnar kannski aðeins of aggressífir, þú veist, ég veit ekki hvort að það sé bara vegna þess að þeim leið vel í þessari seríu eða hvort að það sé eitthvað svona tendency hjá þeim sem að við gætum séð og býta þá einhvern tímann seinna í úrslitakeppninni á móti þessum toppliðum en ég held bara þetta Þórslið, þessi stígandi sem við erum að tala ekki pressin og server núna tætt ekki alveg 100% eins sannfærandi svona liðsandi yfir þeim þrátt fyrir bara góða frammistöðu hjá tætt og alls ekki lakastur í liðinu í kvöld en svona þeir þurfa að taka liðsfund og ræða bara hvað plan B bara þú veist, ef við ætlum að taka aggressíva miðju og við mætum þeim þú veist, þá þurfum við að taka eitthvað gamból þú veist, við þurfum að vera með einhverjar ákveðna stöður sem við ætlum að spila þá þar sem við ætlum að reyna að finna næsta fæt af því að þeir eru kannski þú veist, kannski eru þeir of aggressífir, ég bara veit ekki nákvæmlega hvað ég þurfti bara að skoða replay ef ég ætta að greina eitthvað frekar en þú veist, það getur ekki verið tilviljun að einhver 5-6 ránd sem tapa eða 4-5 ránd sem tapa af gunrándum í kvöld koma á bakinu af því að aggressíft play hjá þeim virkar ekki Já, og ég meina þeir ná þeir tapa einu sinni opnun og þurfa að vinna það sín í 1v1 þetta svona þetta er too tight allt of mjótt á munum þegar kemur þessu en samt sem áður þetta Þórslið núna seinasta umferðin að byrja ein útsending eftir í þessari viku á 15 sem Saga KBJ hvernig lýst okkur á Þórsara farandi inn í þessa úrslitakeppni, þessa 6 liða úrslitakeppni? Ég held að þeir séu fara að keyra í undanúrslitin. Og eins og þú segir, ég held að þeir gætu verið eitt af þessum liðum sem fer inn í ég bara fer svolítið eftir hvar þeir enda, skilur en ég held bara að Dusty eru garantít í semis. Já. Ég sé að Dusty einhvern veginn ekki tapa semis. Nei. Þú veist, það eru skepnur í þessu liði sem að mæta til leiks sérstaklega þegar leikinn skipta máli. Já. Og með raflega spilandi eins og einhver hafi þú veist einhver sé að skulda honum pening. Móðga hundina eða eitthvað þú veist, þá er það bara skeri. Já. Þannig ef þeir mæta Dusty í semis, þá held ég að verði brekka. Ég held að Þór geta alveg tekið mappa þeim. Sérstaklega þeir finna út, þú veist, ég held að árásugjöndum play-in sem þeir eru að taka virki jafnvel betur á móti Dusty í sumum aðstæðum en þeir þurfa að geta svarað þeir eru á afturfætinum en svo bara, þú veist hvað gerir Saga? Er held ég bara svona stærri spurningin sko. Þú veist, Saga eru bara búin að vera hvergi sjáanlegir í þessari deild með við hvað við vitum að þeir geta gert og svo taka þeir úrslitin hérna á Skjálta þannig að bara, þú veist, mæti playoff Saga og þeir eru alltaf inn að sjá þá hrifsa þetta spott í úrslitunum frá Þór það er bara svona að ég get kasta pening og það myndi vera með betra fórspárfíldi heldur en ég spá í þann leik. Sögulega séð, pun intended, þá hafa þeir verið að stígu upp allan í úrslitakeppnunum en hins vegar þá er það staðfest Bakkus eru á leiðinni í bara playoff spot í bara halda sér upp í deildinni og ég þarf að tjekka á því móti hverjum það er en mér skjáttast ekki þá voru hjólið að enska í öðru sæti senast ég tjekkaði og ég tjekka cirka vikulega á þessu og það getur verið skemmtilegt. Já, þú veist, Bakkus sem við sáum í kvöld, hjólið á enska sem við höfum séð í mótum eins og Rigg og fleirum, þú veist, opnum mótum sem hafa komið sterkir inn og í rauninni slegið svolítið upp fyrir sig. Ég held að það sé bara geti farið í hvora áttina sem sko. Algjörlega. MVP í þessum leik? Viktor. Já. Sko, þú veist ég ætla að gefa hana það, þú veist hann átti frábæra leik hann listi mjög vel úr stöðum og átti degluskot og flott multikill og allt það en svo líka bara, þú veist, færa hann smá kret úr síðasta mappi af því að, þú veist, hann var ógeðslega góður þar líka og ég held bara svona, þú veist þetta er leikmaður sem áskilið að það sé smá virðing sett á VFC TR á þessum tímabúti.
Já, það er nákvæmlega þannig. Loka umferðin, fyrsti leikurinn lokið akkurat núna í næstu viku ásækið þá hefst úrslitakeppnin ekki missa hins vegar af seinustu útsendingunni á 5. sem er úr þessu tímabili. Put some recognition to the name of VAF CTR á þeim nótum kveðjum við í kvöld. Takk kærlega fyrir okkur.